Þegar þú reiknar svona dæmi, þá þarftu að athuga prófið gildi 50%, mætingin 10, verkefni 30 og rannsókn 10. Við byrjum að reikna þetta út frá því, gerum við svona, veljum fyrstu prófeinkunnina, margföldum hana við prófvægið sem er 50%, 0,50 pluss mætingareinkunnin sinnum vægið á henni sem er 0,10 pluss verkefnaeinkunnin sinnum vægið á henni sem er 0,30 pluss rannsóknin sinnum vægið á henni sem er 10%, 0,10 og enter. Það sjáum við að vegin meðaleinkunn sjónna er 6,20. Þar sem ég skrifaði inn vægið, þá ætti ég að geta dregið niður fyrir hina. Svona. Og til þess að fá meðaleinkunn út úr prófinu, þá nota ég fallið average. Og fæ út að meðaleinkunn í prófinu 7,8. Gera það sama við hina þættina, dreg þá til hliðar. Þá er öll meðaleinkunnin komin. Svo þegar ég ætla að sýna fram á svona margar einkunnir í einu súluriti, þá er langbest að draga yfir svona. Ég ætla ekki að sýna fram á meðaleinkunna í öllum prófþáttunum hérna. Ver þetta allt svona. Það koma flest allar upplýsingar inn. Þá er bara eftir að bæta við heiti. Einkunnir. X-ásnum. Prófþættir. Og einkunna þeirra. Og ef við viljum bæta við data labels, gerum við það fyrir hvern og einn súlulit í einu. Veljum svona, hægri klikkum. Og þá var allt komið sem við beðum.